Það vakti töluverða athygli á sínum tíma þegar presturinn Jóna Lísa Þorsteinsdóttir sagði upp föstu starfi hjá Akureyrarkirkju og hélt til Kanaríeyja til að bjóða þar upp á prestþjónustu fyrir Íslendinga án nokkurs lofors fjárstuðning. Við hittum Jónu Lísu í alþjóðlegu kirkjunni Templo Ecumenico El Salvador sem staðsett á enskuströndinni og báðum hana að rifja upp þann tíma þegar hún starfaði þar í 6 vetur á árunum 2005 til 2010. Þetta var svona draumur sem að kveiknaði af ýmsum ástæðum, skulum við segja. En ég kynnti starfseminni hérna í þessari kirkju í gegnum Svíana sem að reka kaffihúsið hérna frammi og fannst óskaplega gott að koma hingað þegar hérna ég var búin að missa manninn minn og ég kom ein hingað og sá hvað fólk, það var bara tekið vel á móti manni og gott að sitja hérna í kaffihúsinu og ég fékk þá hugmynd að það væri æðislegt að geta boðið upp á svona þjónustu fyrir Íslendinga því að það eru alltaf ýmsir sem eru einir og einmanna hér eða ná sér upp úr sjúkdóm eða hverju sem er. En allavega ég sem sagt fékk launalaust leyfi í hálft ár í Akureyrarkirkju 2003 til 2004 veturinn og þá byrjaði ég bara að kynnast fólki og leggja út net og tala við prestin hérna og fríkirkjufólkið og þau voru allt til að hjálpa mér. Eftir að hugmyndin kviknaði fór Jóna Lísa aftur heim og starfaði í Akureyrarkirkju til ársins 2005 en þá sagði hún upp og hélt utan með samþykki biskups. Og ég hafði engin loforð neitt fjárstuðning eða neitt svoleiðis þegar ég lagði af stað. Ég var bara búin að safna peninga svo vitlaus. Þannig að ég hélt mér uppi fyrsta veturinn. En síðan fór kirkjan að koma inn í þetta og ég fór að fá styrki en ég vissi raunin aldrei hvað beið mín. Ég vissi aldrei þegar ég pakkaði niður hér á vorin hvort ég kæmi aftur því að fá styrkina var svona eins og happdrætti. Þannig að ég var líka auðvitað í vinnu og hérna var 3 vetur fararstjóri og síðan var ég að skrifa sjálf og þýða bækur. Og þannig gekk þetta gekk bara fínt þangað til að kirkjan sem sagt gat ekki meir eftir hrun. 2 árum eftir hrun held ég að ég hafi hætt hérna. Já. Og ég gat ekki heldur kosta mig alveg. Þannig að þetta svona, ég varð að hætta. Ég fór eiginlega grátandi hérna. En hverjir voru það sem voru að nýta sér þjónustuðina? Það voru Íslendingar náttúrulega, fyrst og fremst Íslendingar. Það voru Íslendingar sem voru ýmist á ferðalagi og eiginlega kannski mest þeir. Fólki sem að býr hérna, það vissi jú af mér og þekkti mig og hérna, það kom í messur og svoleiðis og bænastundir sumir þeirra. En mest voru það þeir sem eru hér á veturna eða voru svona bara venjulegi túristar. Þau komu bæði semst í viðtöl, bænastundir og messur. Og svo verið náttúrulega kölluð oft út því að ég var í samvinnu við fararstjórana og það fór alveg upp í 5-6 andláta á vetri hérna eitt árið en svona 3-4 var mjög venjulegt og þá kom ég alltaf að því. Þó Jóna Lísa starfi ekki lengur í kirkjunni þá heimsækir hún hann alltaf þegar hún í fríi á Gran Canarí sem á kaffihúsi sem þar rekið. Kirkjan sem þverkirkjuleg nýtt bæði af ferðamönnum sem og íbúum eyjunnar en þar starfa prestar frá ýmsum löndum sem messa á sínum tungumálum. Jóna Lísa hefur gaman að því að rifja upp árin sem hún starfaði þarna en óhætt að segja að messurnar hjá henni hafi stundum verið nokkuð skrautlegar. Þetta var framkvæmt með engri yfirbyggingu. Ég hafði engan organista, engan kór og ekki neitt. Við gerðum þetta saman, fólki hér. Og ég fékk hérna og þess að spila undir og það gat verið mjög kostulegt stundum. Því að hérna, þeir kannski skandinavarnir voru vanir að spila sálmana, þó það var í sama lag, þá spilaðu allt öðruvísi. Þannig að kórin eða bara söfnuðurinn bara elti organistan og þetta var bara yndislegt. Ég og Hjördís Geirsdóttir, ég veit ekki hvað við höfum oft messað saman, hún bara með gítar og ég hér. Jóna Lísa átti einnig frumkvæði að því að íslensk AA-deild var stofnuð á svæðinu og fékk deildin aðstöðu í kirkjunni og lifir hún enn góðu lífi í dag. Sko ég svo sátt og þakklátt fyrir þessi ár, þau voru svo gefandi
og ég fekk að heyra það hjá svo mörgum að þetta væri fólki mikilvægt og jafnvel þegar ég var fararstjóri þá gat það skeð þegar ég var að senda einhvern heim og var á flugvellinum að manneskjan sagði, já, ert þú Jóna Lísa? Ég hef nú aldrei hitt þig, en mikið óskaplega gott að vita þú ert hérna. Þannig að svona, ég veit að fólki fannst gott að vita að það væri hægt að leita til mín og sumir virkilega gerðu það. Það hljómar sem ótrúlega ævintýra mennska hjá þér að segja í rauninu upp starfiðinu í Akureyrarkirkju til þess að koma hingað til Kanaríeyja og hefja þetta starfi í rauninni ekki með neinn loforðum fjárstuðning. Já, þetta má segja, ég held að fólki hafa nú fundist þetta átt ruglu sko, fleygja frá mér svona frábæru starfi. En þetta var bara, ég held ég verði bara að segja köllun. Því ég var bara með þetta á heilanum í mjög mörg ár að það þyrfti að gera eitthvað niður á Kanaríeyju þannig að einmitt þetta sem ég upplifði að maður hefði stað að koma til og að alkohólistar þyrðu að koma líka. Því hér var held ég mikið meira drukkið en kannski núna og þetta var bara hættulegur staður fyrir fólk sem var veikt fyrir víni. En nú hefur þú komið hingað til Kanaríeyja mjög lengi, löngu áður en þú hóst að bjóða upp á þessa þjónustu. Hvað svona heillandi við þennan stað? Ég veit það ekki. En bara ég man þegar ég steig út úr flugvélinni í fyrsta skipti, þá voru ekki ranar, maður bara steig út í stiga og ég fekk þetta hlýja loft einhvern veginn upp í vitin og það var sko ekki fallegt það sem ég sá, það var frekar auðnarlegt en það var bara að koma eitthvað, hér vil ég vera og það hefur alltaf verið. Ég sæki hingað aftur og aftur og aftur. Og mér bara líður vel hérna, einfaldlega loftslagið á gífurlega vel við mig. Hér get ég gengið endalaust, ég aldrei með bíl og bara, mér finnst bara gott að vera hérna.